Verkefni 2 á blaðsíðu H802 fyrirlestrar ætla að fara í sjálfvirka sýningu og birtingaráhrif. Verðið að vera með bendilinn hér á fyrstu glærunni og við veljum Transitions. Og ég er búin að stilla hér inn bara stuttan tíma 0,25 og 0,05. Þetta er tíminn sem glæran á að vera á skjánum og tíminn sem líður á milli. Þið þurfa að taka af hakið on mouse click af því við ætlum að láta hana rúlla sjálfkrafa. Og við segjum apply to all. Þið farið hérna í slideshow og set up slideshow og ef það er hakað við loop continuously until escape þá heldur sýningin áfram. Það er að segja þegar síðasta glæran er búin, þá byrjar hún aftur á fyrstu glæru. Og ok, þá er hakað sem sagt hér við. Ég var búin að þessu þannig að það flýtir fyrir. Þið getið líka valið hér í Transitions, þá getið þið valið svona umbreytingu fyrir glærurnar og velja einstök birtingaráhrif sem verða notuð og þið getið skoða þetta. Hvernig sem þið viljið. Þá er það að sjá þetta hérna. Og hérna í Effects Options. Þið getið prófað ykkur áfram með þetta en ég ætla að hafa none á þessu. Í næsta myndskeiði ætla ég að sýna ykkur hvernig þið tengið YouTube myndskeið inn í PowerPoint.